Góðan dag. Við hagfræðingar erum þekktir fyrir ýmislegt og eitt af því að vera sjaldnast sammála. Mér finnst þetta reyndar ekki alls slæmt. Ég líti á þetta sem atvinnuskapandi kostufæið, en ég veit að það leggst skringilega í marga þegar hámenntaðir sérfræðingar í sama fæi flytja af samfæringarkrafti miklar og hátimbraðar röksemdafærslur fyrir einhverju máli og koma svo algjörlega af omvendt niðurstöðu það sem til umfjöllunar Og stundum þarf ekki tvo til. Einn hagfræðingur fer létt með að vera ósammála sjálfum sér á góðum degi og Harry S. Truman á þetta fræga kvót sem að hann lét einhvern tímann Francis fara þegar gekk fram á honum þessi skoðanafælni eða þessi innbyrðis ósammála leiki sinna manna á sínum tíma. En það kemur fyrir að við erum sammála og athyglisvert dæmi slíkt sá ég á Reuters í síðustu viku og það var þetta hér. Aðspurðir áhrif viðskiptastríðs Kína og Bandaríkjanna voru 70 kollega mínir á einu máli að það myndi hafa slæm áhrif á vöxt á komandi tíð. Annarkvort var þetta fólk allt einhent eða eins og ég að þeir telja þetta afturhvarf áratugi frá frjálsum alþjóðaviðskiptum til hafta, til tolla, til viðskiptastríða sé bara alveg arfaslæm hugmynd sem hafi fátt ef nokkuð til síns ágætis. Við á Íslandi höfum aldeilis notið góðs af opnu viðskiptaumhverfi síðustu áratuga. Íslensk fyrirtæki eiga tiltölulega auðvelt með að nálgast alla sína mikilvægustu og helstu markaði og ég held að sé líka vanmetið hvað lífskjör íslenskra heimila hafa batnað undanfarna áratugi þegar tollar og viðskiptahömlur inn í landið hafa verið afnumin og samkeppni á alþjóðavísu hefur líka verið að aukast hröðum skrefum, sérstaklega núna seinni ár og heimilin hafa getað nýtt sér það. Undanfarinn áratugur hefur verið merkilegur fyrir margra hluta sakir. Það er ekki að tíunda hrunu eftirmála þess, en við höfum lifað góða tíma. Við erum núna búin að lifa langt og mjög myndalegt hagvaxtarskeið þar sem að viðskiptafrelsi hefur einmitt leikið stóran þátt. Og með þeim árangri að lífskjör okkar eru betri en þau hafa áður verið. Og ekki bara á þennan þrönga efnahagslega mælikvarða. Það var gaman að sjá í nýlegri mælingu á vísitölu félagslegra framfara að þar vorum við í öðru sæti eftir Noregi. Þannig við höfum það gott. Íslendingar, flestir hverjir, hafa það býsna gott. En núna lítur út fyrir að þetta myndarlega hagvaxtarskeið sé að renna sitt skeið. Við spáum 3,4% hagvexti á þessu ári en 1,5% á næsta ári. Það verður þá hægasti vöxtur síðan árið 2012. Ástæða hægs vaxtar á næsta ári að við sjáum fyrir okkur tímabundið samdrátt í atvinnuvegafjárfestingu og einkaneysla og þjónustuútflutningur, að mestu leyti ferðaþjónusta, mun vaxa hægar en við höfum séð síðustu ár. Þessir 3 vaxtabroddar í vexti síðustu ára munu því taka sér eins konar kúnspásu á næsta ári. Eftir það gerum við þó ráð fyrir að aftur færist líf í vöxtinn. Atvinnuvegafjárfesting taki við sér nýju, önnur fjárfesting tikki áfram á nokkuð myndalegu róli, einkaneyslan glæðist á nýjan leik og almennt verði hagkerfið í ágætu tikki og við sjáum fyrir okkur tæplega 3% hagvöxt til að loka áratug. Við hendum út stuttri könnun með að lesenda Morgunkorns eða Korsins eins og heitir við í dag þeirra sýn á stöðu og horfur í hagkerfinu og eins og kannski ég þá telja menn að nýlegar spár 3% vöxt pluss mínus á næsta ári séu í bjartsýnni kantinum. Svarendur sjá líka fyrir sér að helstu drifkraftar vaxtar á
næsta ári verði einkaneysla og þjónustuútflutningurinn og það kemur þá í ljós á komandi tíð hvort að einkaneyslan að fara að spila stærri rullu heldur en við gerum ráð fyrir hér. En væntingar skipta miklu máli og þar hefur orðið svolítill viðsnúningur undanfarið. Bjartsýni hefur til skamms tíma verið ríkjandi og væntingar háar, bæði meðal heimila og fyrirtækja á Íslandi, en við höfum séð helstu mælikvarða á væntingar lækka allsnart núna það sem af ári. Það gildir væntingavísitölu Gallup, könnun meðal stjórnenda stærstu fyrirtækja og svo framvegis. Og þetta svo sem ekki bara gerast hjá okkur, efnahagshorfur meðal landa heims hafa svolítið verið að dökkna og ýmsir mælikvarðar á bjartsýni og stemningu hafa verið heldur að lækka. Viðskiptastríðið skiptir þar miklu máli, einnig maður nefna Brexit, vaxtahækkunarferli sem núna í Bandaríkjunum og væntingar hækkun vaxta víðar, mikla skuldsetningu sem eitthvað sem við erum kannski blessunarlega laus við að mestu leyti og almennt virðist stemningin vera að dempast. Þetta farið að hafa áhrif á neysluhegðun heimila, á fjárfestingar áform fyrirtækja og þau áhrif munu koma fram að meiri krafti á komandi fjórðungum. Og í okkar könnun kveður svo sem við svipaðan tón, flestir telja nú að aðstæður hér séu giska góðar, en fáir á því að þær muni batna á komandi tíð, heldur búast flestir við svipuðum aðstæðum eða allmargir að þær muni versna frekar en hitt. En stundum snúast væntingarnar kannski fullt bratt. Þeir sem að ekki hefðu kynnt sér málið og kæmu beint inn í umræðuna í fjölmiðlum og víðar ferðaþjónustuna, mundu held ég margir fá það á tilfinninguna að hér væri komið í óefni í þeirri grein. En það aldeilis ekki svo. Greinin einfaldlega að fullorðnast. Við erum komin í vöxt sem að keimlíkur því sem að víða má sjá í þroskuðum ferðaþjónustu löndum. Og aðstæðurnar eru líka stabiliserast. Það hefur til dæmis ekki farið mikið fyrir því umræðinni að öfugt við síðustu ár þetta ár árið þar sem að þeir sem hingað koma að koma inn í jafn dýrt Ísland eins og þau gerðu í fyrra, svona nánast. Ísland ekki að rjúka upp verða dýrara svo nemur 20% með hverju árinu lengur. Og þetta eitthvað sem við sjáum fyrir okkur að muni einkenna afganginn á áratugnum og þetta skiptir miklu máli. Þetta auðveldar greininni að pakka í vörn, að aðlagast og við erum þegar auðvitað farin að sjá sameiningar, hagræðing og svo framvegis. Þessi vöxtur upp á 30-40% sem við sáum hér fyrir 1-2 árum, hann var aldrei að fara að halda áfram og við hefum ekki ráðið við það. Þannig að ef við náum að aðlaga okkur á nýjum tímum með vexti greinarinnar í takt við það sem gerist á heimsvísu, þá vel að verki verið að mínum mati. En útflutningur að fara að vaxa hægt, reyndar innflutningur líka. Útflutningsmegin þá verður það áfram ferðaþjónustan sem að skilar drjúgum hluta af vextinum og vörumegin þá það helst sjávarútvegurinn sem að leggur sitt til vaxtar. Við höfum náð mjög góðum árangri í einhvers konar langtíma uppbyggingu á okkar helstu og mikilvægastu stofnum og við erum að rjóta ástæðan af því núna eins og við sjáum í vaxandi kvóta á mikilvægastu tegundum. Innflutningsmegin þá verður lítil aukning á næsta ári fyrst og fremst vegna þess að innlend eftirspurn að vaxa hægt og svo færist þar meira líf í þegar glaðnar aftur yfir fjárfestingu og einkaneyslu. En þó að innflutningsvaxtatölurnar séu hærri þarna heldur en útflutningurinn og framlag utanríkisviðskipta til hagvaxta lítillega neikvætt, þá útlitið ágætt fyrir utanríkisviðskiptin í heild. Og við erum reyndar orðin heldur bjartsýnni á utanríkisviðskiptin heldur en við höfum verið, einmitt vegna þess að raungengið hefur lækkað og það ekki útlitið eins hraðan vöxt í innlendri eftirspurn. Við erum að gera ráð fyrir viðskipta afgangi út áratuginn. Þetta ríflega 2% að jafnaði ári og gangi það eftir verður 2020 9. árið í röð þar sem afgangur af viðskiptajöfnuð 8. árið þar sem afgangurinn allmyndalegur.
Þetta algjör nýlunda í hagsögu lands þar sem að halli hefur verið reglan og viðskipta afgangur undantekning. Og að mínum að þetta marks að við höfum lært og við höfum breytt hagkerfinu til hins betra. Þetta þýðir þá líka að erlend staða batnar enn frekar. Við eigum núna erlendar eignir umfram skuldir sem að nemur 10% af landsframleiðslu og það líka gífurlega mikilvæg breyting til batnaðar og gerir okkur auðveldara að búa í haginn fyrir vöxt á komandi árum. En við lítum kannski aðeins meira í naflann og horfum til innlendrar eftirspurnar. Það ekki hægt að segja svör stöðu fyrirtækja og horfur þar séu mjög afgerandi í könnun okkar. Flestir nú bara á því að staðan verði svipuð. En ef við berum þessi svör saman við svörin við könnunin í fyrra, þá greinilegt að það eru fleiri að pakka í vörn og sjá fyrir sér stöðuleika frekar heldur en vöxt. Sem eðlilegt og held ég að ætti ekki að koma óvart eftir mikinn vöxt í atvinnulífinu á síðustu árum. Fjárfestingastigið hefur hækkað verulega það sem af áratug. Það var mjög lágt í upphafi áratugar, 14% af landsframleiðslu sem þykir lítið. Í fyrra var það komið í 22%. Og það svona í góðum takti við það sem gjarnan talið heppilegt fjárfestingastig í þróuðu hagkerfi. Það sem að gerast þessa dagana að samsetningin að breytast, vaxtabroddurinn í fjárfestingunni að fara úr atvinnulífinu yfir í fjárfestingu íbúðarhúsnæði og fjárfestingu hins opinbera. Og þó að við gerum ráð fyrir samdrætti milli ára í atvinnuvegafjárfestingu á næsta ári, þá vegur önnur fjárfesting þann samdrátt nokkuð veginn upp. Og það að fjárfesting vaxi ekki á milli ára þýðir heldur ekki að hún verði lítil. Fjárfesting og hefur verið mjög myndarleg og sama talan, ef við getum orðað þannig, í fjárfestingu á næsta ári, þýðir einfaldlega að hún verður áfram myndarleg. Í lok áratugarins færi svo afturlíf í fjárfestinguna þegar atvinnuvegafjárfesting fer að vaxa á nýja leik og opinbera fjárfestingin og íbúðafjárfestingin heldur áfram sínu vexti. Í tilfelli íbúðafjárfestingar þá hljótum við að telja það kærkomna þróun að fá meira magn af nýju íbúðarhúsnæði inn á markaðinn. Markaðurinn hefur auðvitað verið í ójafnvægi, það var það til skamms tíma, sem að sést kannski ekki hvað síst á því að raunverð íbúðarhúsnæðis hækkaði margfalt á við raunlaun í fyrra. Í eðlilegu markaði þá má eiga von á að þessar stærðir tikki svona á svipuðum vaxtarhraða til lengri tíma litið og þær eru farnar að ganga í takt. Það hefur dregið verulega úr hækkunartaktinum á íbúðamarkaði eftir því sem að framboðið aukist og eftirspurn hefur dempast og það þróun sem við sjáum fyrir okkur einkenna áfram komandi ár. Við gerum ráð fyrir að fjárfesting í íbúðarhúsnæði verði á heildina litið nærri 50% meiri í lok áratugarins en hún var í fyrra. Og það náttúrulega magn sem munar Eftirspurnin á hins vegar eftir að aukast jafnt og þétt og í grunninn gerum við ráð fyrir að íbúðaverð hækki lítilega umfram verðbólgu út áratuginn. Við erum að spá 5-6% raun hækkun á íbúðarhúsnæði í ár, 2% á næsta ári, 1% árið 2020. Sem sagt, þetta mynd af markaði sem að færast í betra jafnvægi en ekki endilega að horfa fram bakslag. Hækkandi íbúðaverð hefur auðvitað líka endurspeglað að hluta bættan hag heimila. Heimilin hafa búið góðar aðstæður. Kaupmáttur hefur verið að aukast hratt, atvinnuástand farið batnandi og svo framvegis. Bjartsýni verið ríkjandi, væntingar miklar. Hagvísar sem að vísa okkur veginn fyrir næstu fjórðunga í einkaneyslunni gefa hins vegar til kynna nú sé að hægja á vextin. Væntingavísitala Gallup hefur lækkað allverulega. Það að draga úr raunvexti kortaveltu. Kaupmátturinn vex nú hægar heldur en verið hefur og allt þetta segir mig það að einkaneyslan muni vaxa töluvert hægar heldur en sá myndarlegi vöxtur sem við sáum á fyrri helmingi ársins og sömuleiðis verði næsta ár tiltölulega hægs vaxtar.
Við getum líka litið til vinnumarkaðarins hvað þetta varðar. Þar að draga á spennu. Spennan á vinnumarkaði náði hámarki 2016 og 17. 2016 var náttúrulega hækkun nafnlauna gífurleg. Hún var á 12% að jafnaði. Og í fyrra þá náði atvinnuleysi lágmarki í 2,8% og hefur aðeins farið að mjakast upp síðan. Við erum eins og að gera ráð fyrir sterkum vinnumarkaði. Við búum náttúrulega að óskaplega sveigjanlegu vinnumarkaði á flesta mælikvarða og það þýðir að þó að hægja vexti þá erum við ekki endilega að fara að sjá atvinnuleysi vaxa eitthvað að ráði. Það er svona þokast og kannski örlítið upp fyrir einhvers konar jafnvægisatvinnuleysi. Laun halda áfram að hækka myndarlega, við erum að spá 5% hækkun á ári bæði á næsta ári og þar næsta. Og vinnumarkaðin þar með að halda áfram að styðja við heimilin. En eins og aðri mælikvarða þá lendum við með því að horfa á þetta þeirri niðurstöðu að vöxturinn verði hægari. Spáin þá fyrir einkanesluna að hún verði 4,7%, vöxtur hennar verði 4,7% þessu ári, fáum svo hægan vöxt á næsta ári þegar kaupmátturinn vex minna, 2,4% vöxt á og svo glæðist hann eitthvað yfir 3% á loka ári áratugarins. En hvað með krónuna? Það hefur nú aldeilis verið spurning sem að hefur farið hátt undanfarnar vikur því að eftir mjög rólega og tíðindaritla siglingu í nærri ár komst allt í einu hreyfinga króna. Hún búin að veikjast núna um þetta 5% frá ágústmánuði og ef marka má svör okkar lesenda sú veiking ekki að fara að ganga tilbaka og ég held að megi taka undir það. Veikingin reyndar af hinu góða og ein ástæða þess að við sjáum núna fyrir okkur hagstæðari utanríkisviðskipti á komandi tíð en hún hefur auðvitað sín áhrif. Svo ég kem að síðar. Það eru góð rök fyrir því að gengi krónu ætti og sé líklegt til að vera sterkt í sögulegu ljósi að minnsta kosti út áratuginn. Við erum að sjá fyrir okkur jafnvægi og meira að segja smá ágang á utanríkisviðskiptum. Við erum komið með allt aðra og betri erlenda stöðu heldur en við höfum séð bara á lýðveldistímanum. Seðlabankinn á mjög myndarlegan gjaldeyrisforða sem hann getur og mun nota til að afstýra snörpu gengisfalli vegna tímabundins fjármagnsflótta eða eitthvað slíkt. Og síðast ekki síst, tiltrú á Íslandi orðin allt önnur og meiri heldur en hún var hér ekki bara eftir hrun, heldur eiginlega áratugana fyrir líka. Það auðveldara case, þegar maður slettir, fyrir erlenda fjárfesta að koma inn í land með þær undirstöður og vaxtamöguleika sem við búum að og ég fyrir mitt leyti á erfitt með að meðtaka þá speki að það að okkar stofnanafjárfestar vilji fara út fyrir landsteinana hafi í för með sér kerfisbundna og varanlega veikingar hrinu því að aðrir fjárfestar munu þá sjá sér leika borði og koma inn í okkar hagkerfi. Og það náttúrulega það fallega við frjáls alþjóðaviðskipti að þau gefa færi á nýtingu á fjármunum það sem að þeim talið best borgið, áhættudreifingu öllu þessum góðu kostum sem að þessu fylgja. En veikingin hefur væntanlega verið svarendum könnunarinnar ofalega í huga þegar þeir voru spurðir verðbólgu og vaxtarhorf því að þar eru menn almennt að búast við hækkandi stýrivöxtum eftir 12 mánuði og skýringin væntanlega sú að flesti svarendur eiga vona á verðbólgan verði yfir 3% ári liðnu. Ég sumpart sammála þessari greiningu hvað verðbólguna varðar að minnsta kosti. Verðbólga á uppleið og það hlaut alltaf að koma því. Sá meðbyr sem að við fengum í verðlagsþróuninni með mikilli styrkingu krónar, hann hættur, eins og sést á framlagi innfluttra vara á myndinni hérna vinstra megin. En að samanskapið auðvitað að draga úr verðbólguþrýstingi vegna íbúðarhúsnæðis. Það þó talsverður kostnaðarþrýstingur í hagkerfinu, sér í lagi þegar fáum núna til viðbótar inn áhrif af veikingu krónu undanfarið, gangi hún ekki tilbaka sem ég var ekkert endilega vona á.
og verðbólga mun stíga núna næstu fjórðungana. Ég gerir ráð fyrir að hún verði að jafnaði 3,5% á næsta ári, en fari langtíma verðbólgu væntingar ekki á stað, ef við missum ekki tökin á þeim, þá ástæða til að ætla í þetta skiptið hjaðni hún jafnt og þétt á nýja leik. Við gerum ráð fyrir tiltölulega hóflegri lækkun á hækkun fyrirgefið á íbúðaverði og á launum og öðru slíku og kannski tiltölulega stöðugri krónu, og þá engin ástæða til að við ættum varanlega að sigla í gamla leiðindafari með verðbólgu langt umfram önnur lönd. En hvað gerir Seðlabankinn þegar hann fær svona krippu eins og við sjáum á myndinni þarna hægra megin? Hann ekki að fara að hækka vexti? Ekki endilega. Ef að hægja á vextinum í þeim takti sem að ég búinn að lýsa fyrir ykkur hér í okkar spá, ættu raunvexti líka að lækka. Og það ekkert að því að skammtíma raunvexti fari niður undir núllið. Ef að kollega mínir í Seðlabankanum líta málum þessum augum, þá gætu þeir viljað sjá vextina fara þetta lágt niður og jafnvel gæti skapast rými fyrir smávaxtalækkun þegar kemur fram á næsta ár ef að verðbólguvæntingarnar haldast sæmilega skikkanlegar. Það algjört lykilatriði í þessu. Það þýðir þá líka lengri vextirnir eiga rými til lækkunar. Langir óverðtryggðir vextir hafa verið að hækka undanfarið eins og margir hafa heyrt af, en ef mat mitt rétt að raunvextirnir sé að fara að verða þetta lágir, bæði til skemmri og lengri tíma, þá ættu líka langtíma óverðtryggðir vextir að lækka á nýja leik, og ég spái því að þeir verði komnir undir 5% í lok áratugar og að langtíma raunvextir, verðtryggðir vextir verði þá í grunninn rétt undir 2%. Lægra vaxtastig þá hversen litið heldur en við höfum að jafnaði búið við síðustu áratugi. Nú það náttúrulega ýmsir óvissuþættir og áskoranir, ekki vanta það, og það sem að lesendur korsins telja upp hér eru nú gamli kunningjar sem ég held að við getum deilt áhyggjunum af flest hver. Kjarasamningarnir eru auðvitað ofarlega á blaði. Við skulum samt ekki alveg endilega missa móðin hvað það varðar. Ég held að það sé alveg færi á því að lenda þeim án þess að missa verðlagsþróun alveg út af böndunum. Og að sama skapi ættum við kannski að hafa meiri áhyggjur af þróun alþjóðamála. Sér í lagi þessa viðskiptafrelsis sem allt og margir eru farnir að taka sem gefnu, en getur rýrnað ansi hratt ef að illa tekst til. Svipað sögum að segja af áskorunum, það svo sem ekki margt að segja. Það eru kjarasamningarnir sem að langt flestir hafa áhyggjur af. Og það eru þetta ekki á vísuna að róa, en niðurstaða þar geti dregist töluvert fram á næsta ár. Að lokum, 2019 verður ár aðlögunar. Vöxtur verður hægur vegna samdráttar í atvinnuvegafjárfestingu, vegna lítils vaxtar einkaneyslu, lítils vaxtar í ferðaþjónustunni, en horfurnar eru bjartar. Það ekki hægt að segja annað. Aðlögun þýðir líka betra jafnvægi í kjölfarið, nýr áratugur heilsar okkur vonandi með nýrri uppsveiflu sem byggir þá á enn traustari grunni, á fjölbreyttu atvinnulífi, á enn frekari nýtingu á þeirri forgjöf sem að landið okkar og auðlindi þess gefa okkur. Takk fyrir.